Góða kvöldið og velkomin í ljóslegara deildina. Það nýtt tímabil að hefjast núna eftir gott frí, gott jólafrí. Við þurftum þetta, Óli. Já, við þurftum smá frí, smá pásu. Það bara svo mikið af Counter-Strike induced adrenalíni sem þú getur höndlað yfir svona ákveðna mánuði. Já. Þannig að það var gott að taka smá pásu. Tókum líka pásu á hárréttum tíma. Majorið byrjaði bara stuttu seinna. Frábært Major. Geggjað. Ég horfði á úrslitin bara í VIP launchinu upp í NLGM hópnum sko. Það var geggjað. Og bara þú veist frábært að vera komin aftur hérna núna. Ég var eiginlega búin að fá mig full sattan að ég hafa ekkert að gera á þriðjudagskvöldum og það vantaði smá hasar. Ég var alltaf að fara inn á HLTV að tjekka hvort það væri einhverju CS-leikir í gangi því mér vantaði eitthvað að horfa. Þetta er svona eins og fótboltafíkillinn yfir sumatíman. Það er svona eitthvað að gerast í transfermarketinu, get gert eitthvað. Nei, við tókum LAN strákarnir sem við tókum 5 best of 3 á 12 tímum. Bara, þú veist, þetta var mesta keisla sem ég hef tekið ever. Það er vel gert. Og ég var bara búin að gleyma því hvað maður getur verið ástfanginn af Counter-Strike. Þú veist, og að vera komin aftur í þetta, þú veist, ég skal viðurkenna, var ekki búin að spila rosalega mikið, búin að nóg annað að gera og fyrir að fyrsta, það eins og að hjóla. Þú veist, það bara leið þú hefur gert þetta einu sinni og náð einhverju, allt í nú að maður hann að flikka hingað og þangað og eitthvað svoleiðis. Vissulega riffillin ekki það sem hann var recoil controlið sko, en þú veist, ég bara svona átti eftir þetta kvöld, þá var ég bara svona, þetta ástæða fyrir því að þessi leikur hefur alltaf verið akkeri í rafíþróttum og ástæðan fyrir því að hann hefur átt bara svona hugminn og hjarta frá því ég var 11 ára gamall. Já. Og að fá síðan að koma hérna stuttu eftir, þetta var 2009, þannig að það bara 2 vikur síðan og fá aftur að koma hérna og vera með ykkur öllum, vera með þér Tommy að horfa á topp tier íslenskan CS, ég bara mikið rosalega get ég ekki beðið. Frábær leikur sem við fáum hérna í kvöld, við erum að fara að fá Saga á móti Dusty, það eru breytingar í liðum, það eru breytingar í mappúli og fullt af breytingum, en áður en við vindum okkur í það, þá langar okkur að bjóða velkomin á sviðið. Já, Einar Þórarinsson, framkvæmdastjóra ljósleiðarans. Einar, velkomin. Sælir, velkominir. Mjög sérstakur gestur og mjög sérstakt tilefni, en við ætlum hér í kvöld að veita honum Einari gullmerki Rafíþróttasambands Íslands fyrir mikil góð og óeigingjarnt störf í þágu rafíþrótta, en þú ert búin að vera núna framkvæmdastjóri ljósleiðarans hvað lengi? Ég er búin að vera stýra ljósleiðaranum á 3. ár, 2,5 ár. Já. Þannig að og það er bara ótrúlega gaman að segja frá því að það var einmitt eitt af fyrstu verkunum þegar ég kom inn í ljósleiðaran að þá vorum við búin að vera að styðja við bakið á RISI í 3 ár og eitt af mínum fyrstu verkum var einmitt að framlengja geggjaðan samning við ykkur og halda þessu áfram. Þannig að já. Já, það kannski bara fullkomið tækifæri til þess að bara minnast þess og minnast á það að ljósleiðarinn hefur verið í lengsta óslitna stuðningi við rafíþróttir á Íslandi, bara alveg frá að ég held fyrsta eða öðru tímabilinu sem við erum að keppa hérna á Íslandi, og sá stuðningur hefur líka farið miklu lengra heldur en bara eitthvað logo á vegg, og það kannski jókst ennþá meira í stjórnartíð Einars. Ég sankaði að mér smá upplýsingum og fekk að heyra sögur af því hvernig Einar hefur verið núverandi framkvæmdastjóra RISI, alveg algjör klettur og vel innan handar, og sérstaklega í gegnum tilfærsluna frá Stöð 2 eSports þegar það lokar yfir í nýtt heimili hjá Símanum í kringum endurvakningu á Skjálfta, og bara heilt yfir þá hefur þetta bara haft djúpstæð og mikil áhrif á rafíþróttir á Íslandi, og það er óhætt að segja að án ljósleiðarans þá væru við hér ekki í dag. Við værum ekki hér í dag, hvorki RISI sem samtök, útsendingarnar, deildin og allt það sem við höfum að njóta hér í rafíþróttasamfélaginu. Þannig að
Tommi, og vilt kannski rétt honum hérna þessa 2 kostagripi en við erum að veita þér hérna annars vegar viðurkenninguna sem gullmerki Rafíþróttasambands Íslands sem Verður ekki að fá þetta í mynd? Er þetta hérna steinninn stóri? Þessi hringur sem er samskonar hringur og stjörnuleikmaður ljósleiðaradeildarinnar mun hljóta að loknum tímabilinu. Eftir nokkur ár, bara þannig ég grípi inn í, þá getur mögulega sagt, já, bara þetta er MVP-hringur. Það er þannig. Já, það er bara þannig. Þetta er bara þannig. Má ég setja hann upp? Já, sjálfsögðu. Sjálfsögðu. Þú vart að velja vel hvaða putta og setur á það því að það er konan brjálu heima og hann er fastur. Þetta er rosalegt maður. Ég vinn í því í kvöld að ná honum af. Já, þetta virkar. En já, eins og ég segi, bara frá okkur bæði bara til þín persónulega, til ljósleiðarans, bara fyrir hönd alls Rafíþróttasamfélagsins, Rafíþróttasambands Íslands, þá viljum við bara þakka kærlega fyrir samstarfið upp að þessu og já, vel að þessu komin. Takk fyrir það og við og eins og ég segi, það er okkur ljúft og skylt og mér var það ljúft og skylt að halda áfram geggjuðu samstarfi. Ljósleiðarinn hefur frá upphafi verið enabler í því að leikja samfélagið á Íslandi með bara sinni tækni og öllu því sem að við getum náð þeim árangri sem við höfum verið að náð og við erum bara ótrúlega stolt af því og ég er auðvitað bara mjög snertur fyrir hönd og tekir henni við þessu fyrir hönd okkar hjá ljósleiðarunum og ég segi bara kæra þakki fyrir okkur og geggjaða skemmtun í það sem eftir er að vetri. Já, í ljósleiðaradeildinni sjálfri. Ljósleiðaradeildinni sjálfri, nákvæmlega. Þannig að svo við hlaupum nú ekki yfir það að við erum hér í boði ljósleiðarans. Efst á sjónvarpinu og ég bara eins og ég sé þetta, þú veist, það finnst mér við alltaf vera rétt að byrja. Það er bara áfram og upp á við og við viljum endilega gera það í góðu samstarfi við okkar lengsta samstarfsaðila og traustasta samstarfsaðila og leiðilegt að heyra þú sitt framkvæmdastjóri en það er væntanlega góður maður í manns stað. Geggjum Þuríður sem er að taka við að mér og þekki vel inn á fjarskiptin, þekki vel inn á þetta og ég bara held að það geti orðað betur en þú. Onwards and upwards. Það er bara svoleiðis. Algjörlega. Frábært. Einhver lokaorð? Nei, í rauninni bara takk kærlega fyrir mig og þakkirnar eru rauninni frá ljósleiðarunum og bara ég held að bara samstarfið eins og við horfum á það er bara búið að vera geggja sterkt og inn í ljósleiðarunum er lítið leikjasamfélag sem að fylgist með og meira lík en þú veist, svona er þetta bara. Já, þarna fórstu alveg með. Já, sorry, þú veist að maður verður bara að segja satt, sko. Allir töluleikjaspilarar geta allavega samrýnt það að þetta er frábær samstarf fyrir alla töluleikjaspilara á Íslandi. Geggjað, þá þakkum við kærlega fyrir. Takk fyrir. Og eða gott kvöld. Sömuleiðis. Við erum að reyndar, glemum minnast á það. Það er ég myndist á það, hörkuleikur í kvöld. Saga Dusty, nýtt tímabil, blank slate, höfum helling til að tala og kannski eigum við ekki bara að vippa okkur í fyrsta lið kvöldsins sem er Saga sem eru með mikið af breytingum á höfuð leikmönnum og missa líka leikmenn frá sér sem að er algjör blóðtaka. Já. Og Saga langar bara að minnast á það. ADHD er náttúrulega á þetta lið bara skuldlaust. Og það sem að meira er, hann er inn í liðinu, ok, gott og vel. Dóm hans við hlið, missum hann ekki, en inn koma bara Ármanns kjarnin sjálfur í Varghundsá Gutta. Já, það er alveg frekar stór breyting en þú ert líka allavega, við vitum að Markurinn spilar svo brjálæðingur, Gutti átti ágætis tímabil svona inn á milli, Hundsi búin að vera svolítið inn og út en eins og þú segir, búin að vera brjálæður að æfa sig núna upp á síkastið og þetta er ekkert leikmenn sem eru bara að koma þarna inn til þess að koma þarna inn, þeir ætla að koma þarna inn, þeir ætla að standa undir sögu nafninu, þannig að ég er mjög spenntur að sjá hvernig þessi leikmenn spila allir saman, það er alltaf leikmenn sem eru búin að vera lengi til staðar og ætti að þekkja ágætlega inn á hvern annan, en við getum samt alveg sagt það að þú veist, klefinn hjá Ármanni á móti klefanum hjá Sögu, það er kannski tvær mjög mismunandi stemmingar þarna. Það er nefnilega vissulega þannig og grípa eins orðið frá þér og ok, gott og vel, ADHD síðan er skúnarna, reyndar, Dóm, þú ert með Varghundsá, það er Line Big kvöld, engin Gutti, en
sko, Vargur þungur. Þú veist, hann áða til að vera pingu þungur í klefa og ég meina, þetta bara það sem að Ármanns klefin var. Hundsi, það gæti fyllt honum líka, en mín helsta spurning þegar kemur að sögu og við förum kannski yfir það seinna í útsendingunni bara hvar eiga eftir að enda á stigatöflunni því að ég hef ekkert rosalega mikla tröllatrú á þessu line-upi. Það voru svona einhverjir ákveðni galdrar sem að eiga sér stað í svona line-upum og ef þú byrjar að chop og changea eða breyta svona pörtum í þá gætu töfrarnir horfið og ég meina ég tala oft það Saga, þetta eitt af mínum uppáhaldsliðum að horfa út því að þeir gátu allt í einu bara vakna til lífsins og bara unni Dusty, unni Þór, gamla Þór þar segja og unnið bara einfallega öll lið á Íslandi. Já, og við sáum það alveg mæta til leiks meðal annars á Skjálfta og sjá þetta ljósleðara en sem sagt það líka bara góð punktur eins og segir og við erum ekki heldur að tala eina breytingu, skilur, við erum ekki að tala við erum að skipta út einu leikmanni, við erum að fá einn í staðinn við erum að tala 3 manna breytingu, við erum að tala meiri hlutin af rosternum núna nýr roster og roster sem hefur verið að spila saman undir öðrum merkjum og hefur þar myndað einhvers konar dýnamík og einhvers konar vana þannig að það getur líka verið mjög erfitt ef þú ert ADHD í liði sem að þú átt skuldlaust eins og þú segir að upplifa sér allt í hennu kannski smá utangarðs í eigin liði og ég myndi segja að það sé örugglega stærsta áhættan sem að Saga stendur frammi fyrir með þessari rosterbreytingu að þú þarft rosalega mikið bara þegar þú ert að keyra svona breytingar þá þarft að vera mjög var það að þetta gerist ekki og þú þarft að vera ennþá sterkari leiðtogi. Einmitt, og mjög sammálaðir þar og mjög góði punktur og annað sem við getum bent á þetta svona sögulega séð þá pun not intended en gott samt sem áður ADHD kemur inn í þá lið sem að hét KR minni mig á sínum tíma hann kemur inn í ofvirkur, Hundsi og þann kjarna sem Vappi kikkað síðan úr því liði. Núna eru þessi leikmenn að koma til hans Hundsi, vissulega eini leikmenni sem að af þeim kjarna inn, en þú veist, það er hætta á þessu að einmitt þetta gerist, að þetta sé aðeins of stór biti þegar þú ert að sameina lið sem eru kannski ekki gífurlega ólík, en samt sem áður það eru aðrir svona hlutir í kringum liði sem eru allt öðruvísi. Það að sjálfsögðu klefin, þú veist, Saga virka svona frekar slakir og svona frekar rólegir á server og svo framvegis og að vinna náttúrulega með frekar einföld plön sem að ADHD búin að rönna á mjög lengi á meðan Ármann rosalega mikið svona tilfinningar og svona ekki bara tilfinningar, þú veist, bókstaflega bara bræði og gleði og það heldur líka bara svona að finna út hvernig leikurinn og hvar þeir vilja fara í kjölfara á því, þannig að þetta mjög spennandi. Já, einmitt og þetta mjög áhugavert allavega. Ég leyfi mér að vera mjög bjartsýnn en það kæmur ekki orð þú myndir floppa algjörlega. Þá eigum við vítóið. Búm. Það breyting í mappúlunu líka. Breyting í mappúlunu, Anubis komið inn, Train farið út, ég get ekki sagt að ég sé ógeðslega óánægður, ég var ekki mikill Train enthusiast, eða aðdáandi, en og mikill aðdáandi fornleifafræði eftir að ammaði nú hafi gáðið bók í jólagjöf þegar þú varst egypska fornleifafræði. Já. Það var það sem ég sagði, bara ég sagði þetta í grúpptjáttunum okkar, loksins getur við talað aftur bókina hans Tomma. En Mirage bannað frá sögu, sáum ekki mikið af Mirage á síðast tímabili, það var helst Þór sem að spiluðu það, þeir spiluðu einu svona inn í sögu. Já. Töpuðu því að mér skjálfst ekki, það er rétt mörð á. Dust 2 tekið út af Dusty. Já. Annað mapp sem var ekkert rosalega mikið spila á tímabilinu, Vega voru búin að spila eitthvað svona hingað og þangað. Núk hins vegar mjög mikið spilað á Íslandi af Íslendingum. Já, ég vitna þá sérstaklega í statistik sem kom frá Faceit, þar sem að það voru bara 3% af öllum spiluðu leikjum var í Núk, en ábyggilega 60% það voru íslensk spil. Overpass valið af Dusty. Þetta gæti gjörsamlega tekið sögu og kjölriki og þannig að Saga þurfa Núk.
og Pass náttúrulega bara, hvað ég sagt, sögulegu samhengi mjög sterkt mapp fyrir Dusty. Þannig að áhugavert að sjá hvernig það spilast, allir við séum ekki að fara í Anubis Decider hérna. Það væri mjög áhugavert, allavega skemmtilegt að sjá það, svona koma svona skemmtilega inn. Einsend bannað og við förum rakleiðis í, leið mér að laga þetta til Legion töluna mína, Anubis. Já, Legion töla mín, ég þarf að færa hana núna aftur hérna aðeins til hliðar, en sem sagt, sko, Ancient bannað þarna, vissulega ekki fyrsta rotationi hjá Dusty eins og við sáum svona almennt síð í fyrra eða á síðast tímabili út frá orðróminum Peter hatar Ancient. Já. En það er ekki Peter. Það er ekki Peter og kannski ef við fáum að líta örlítið yfir Dusty liðið áður en við höldum áfram og gerum það bara hratt, þægilega með ákveðin skriðþunga, svona söguskriðþunga. Þá er line-upið Pandas, Dabbe, Rafle, Tony og inn kemur Herra Ens eða Herra Más. Það er Blikk. Það er Blikk. Vissulega stór biti til að fá þarna inn, en ég talaði það hérna rétt fyrir útsendingu. Já. Mjög mismunandi leikmenn. Já. Þú veist, þetta eins mikið sko á hvorum endanum á skalanum sem þú getur fundið. Þú veist, með Peter sem að sko svona einn af þessu gæjum samhlega Tony sem að mér finnst einhvern veginn aldrei renna blóðið í sko. Já. Þú veist, það skiptir einhver máli hvað ást að segja, já ok, hvað hefur þið gerað þetta? Já, það bara, þú veist, við bara dýnum við það sko, kostum bara smók og hérna og bara, já, bara, þú veist, og hérna hefur verið stór líka bara rödd í liðinu, skilur og inn kemur The Young Gun, ungi leikmaðurinn Blikk, feskur erlends frá, þú veist, búin að vera hérna spila á mjög háu leveli og það, þú veist, ég held að það sé aldrei neitt að fara að efast einhver einstaklingsgæði hjá Blikk. Já. En það getur verið ógeðslega erfitt að taka, þú veist, þetta skref tilbaka, skilur þú veist, og eins frábært og þetta Dusty-lið er og sennilega þá er þetta line-up hérna, skilur þú veist, Rafle, Dabbe, Tony, Pandas sem að Blikk að stíga inn í, eitt besta line-up sem að, þú veist, Ísland hefur átt í svona organic play. En spurningin er, skilur, hefði hann sem leikmaður ekki fitta meira inn í struktúrera, þú veist, æfðara, set-up, execute, playstílinn þegar þú varst með Þorstein F og fleiri í Dusty-liðinu. Algjörlega. Þannig að er þetta mögulega tvíeggja sverð? Já, þetta er mjög góði punktar. Eitt sem ég langar að segja bara í sambandi við það, skiptir ekki máli. Blikk er með það mikil gæði, Ok, ég elska það. er með það mikil gæði að ég held að Dusty fundu einu leiðina sem þið gátu bætt line-upið sitt og það var að bæta við Blikk. Þetta er ógeðslega gaman, Tómi. Ég tek svona 30 sekúndna analysis og þú segir, það skiptir ekki máli. en það finna ég sko, ég get eiginlega ekki verið ósamanlega. Við sáum það þegar hann var að spila hérna á Íslandi síðast. Það var alveg svona, þú veist, það var einhver svona ára, skilur við, þú veist. Og maður fann það líka svolítið á því hvernig hann var að spila. Hann var að leyfa sér hluti sem hann myndi kannski ekki leyfa sér á móti öðrum liðum sem að, þú veist, ég held að bara svona á persónulega levelinu þá þarf hann að passa sig að festast ekki í slæmum áfunum, þú veist, og vera mjög krítiskur á það hvort hann hafi komist upp með eitthvað play af því að hann er á Íslandi eða komist upp með það því að það var gott. En sem sagt, það verður áhugavert að sjá hvernig hann er núna, hvort hann sé búin að verða aðeins agaðri eftir tíma sinni úti eða hvort við séum bara fara að sjá hlaupandi, hausandi Blikkinn út allar sörfur. Saga Dusty, hvernig fer þetta? 2-0 Dusty. 2-0 Dusty og já, á 5 nótum þá ætlum við bara að hoppa inn í Setarkrík, kjarnorkuverið í Idaho, Iowa eða eitthvað af ríkjunum í Bandaríkjunum. Hvaða fleiri rík hér í Bandaríkjunum? Illinois. Það passa bara einhvern veginn, ég er alltaf bara, ég samti þetta þegar ég var ungur og eitthvað. En það er inn og niður sem þið fara Tony nær engum. Það er stórt. Það er stórt. Hundsi leiðir hérna niður aðsæðlánu, hendur bomburinn niður. Dabbe komin í tíð með Dúr Barettas, Adjátti komin í control room og það er komin stjórn á postplantið hér. Allir komin í stöður, rótetið ekki komið frá CT-unum. Rafle ennþá að bíða eftir einhverju rótet. Krakken! Hann er að tefja þá rosalega mikið þarna. Þetta er svo vel gert hjá Krakken þarna! Gerir sér risastóran. Og Adjátti með Rafle, Blikk þá einn eftir. Og Dom að hönda fyrsti. En verða 3.
nei, Hundsi sér við honum þarna glaður eins og alltaf. Fyrsta náttið til sögu, það Saga en ekki Dusty, það verið að flippa því. Ekkert vandamál hér á bæ, við erum bara í fyrstu útsendingu, Óli, það bara þannig. Við erum bara í fyrstu útsendingu en á sama tíma geggjað fyrir sögu að grípa pistol. Tony ekki að tengja kúlunum þannig að þeir komast 4 þarna niður og svo náttúrulega vargurinn á rampinum Kraken að spila sig risastóran. Hann heldur 2 leikmönnum frá því að komast í rítekið og dregur athyglinna frá spilanum á ramp. Hann er að halda 3 af 4 leikmönnum uppteknum hjá Dusty í alveg góða 20 sekundur. Nefndur leikmanni sem var inn á gólfi að leita að flankinu. Þannig að hann var raun að tefja 2 ramp og 1 inni sem var að leita á. Þú veist, þetta er bara, þetta er svo risastórt. 75% af liðinu og núna fá þeir að komast niður aftur í gegnum síkvið. Mikil áhersla hérna framan af á B-stættið. Þetta er með 2 hér, Rafli og Tony fallnir. Dabbe Grensu í bakið, komin í 58 HP. Grensa þannig að líka losaði digluna í burtu, þannig að Dabbi fekk ekki tækifæri að taka hana upp og leita einhverju. Það var bara Blikk og Pandas hér, þeir eru báðir með sús. Það stilla sér upp í einhvers konar exit sús hér að reyna að gera. Ekki nógu þolinmóður hann Pandas, svo sem ekki í fyrsta skipti, segjum það. En Það að reyna að grípa einhver exits og núna Blikk ekki heldur í góðri stöðu til þess að finna nema einhver komið hlaupandi innum megin sem að mér finnst þetta ólíklegt með að við radíusin á sprengjunni. Já, gífulega. Þannig að hann er í rauninni bara að fara að lappa hérna í Secret í andlitið á Kraken. Og nei, engu þarna. Eva. Hann nýfaði Dom og fellur í kjölfarið. Kraken. Faceit spilari. Nei, ég segir svo. Já, Faceit spilari. Það er sérstaklega heitt alltaf hjá Kraken þegar hann er að spila. Það er heitt í vonum. Heitt í vonum, það er eitthvað eldfjall að það nálega. Já. En núna sjáum við byssur Dusty megin. Kannski lítið sem að var að búast við. Það var 1 degla þarna, restin voru á uspum. 2 sús sem að koma þarna inn til þess að reyna að halda efnaefnum einhvað niður hjá sögu. Þá sjáum við hvað geta söguleikmenn gert hér á móti fullkeyptu Dusty liði. Tónum í fyrsta og það er bara Mark 10 sem að er í boði þar. Grensan ekki nógu góð, Dabbe er örugur. Eða hvað? Kraken með hann í gegnum smók þarna. Rafli með 2! 2 og 3 hérna. Flugbraut niður, hins vegar komin í rótiði. Pandas komin í control room. Hundsi, þessi Molli gerir ekki mikið. Gæti gefið falskt öryggi. Lætur heyri í sér þarna. Þetta hægir á ATHT sem er með sprengjuna. Vissulega og hleypir rótitinu hann í gegn. Tony komin í double. Eru hrættir við einhvers konar aggression hins vegar frá terrunum af jafna metin. Blikk klírar hann út fyrir utan control. Er alltaf frista. Veit að einhverju sér Tony þarna en Pandas er búinn að færa sig nær. Blikk búinn að finna ATHT, þar liggur bomban og klárar Hundsa líka og Dusty svara hér, hleypa ekki bónusrondinu í gegn. 2-1 svara leið í kaupi líka sem að skipta höfuðmáli upp í öfnahæginn hjá CT-unum. Sáum þess að Tony var að fjárfesta þarna í MP9 fyrir utilið og það er góð sviti. Samt sem áður, þú veist, ekki nógu mikið til að mynda okkur einhverja skoðun á því hvernig restina leiknum fer, en þetta var, já, ef við má sletta á ensku, svona decisive hjá sögu, svona eins og við höfum verið að sjá á fyrir leiktíðum. Það var bara, ok, við ætlum að senda skúnið inn með mökku, sjá hvort hann fá eitthvað, fjall, grensuðu smókin sem að reyndar feilaði, sem er ekki góðsviti, en ná samt sem áður entríinu og fara niður, en missa of marga, voru samt alveg rólegir án þess að láta bombura niður. Vissu að þið þurftu að ná einum út. Já. Sko, ég set smá spurningamerki við þetta hlaup út hjá skún. Já. Þú veist, ég spyr mig að því að mér fannst vera svo lítið á bakviða. Þú veist, segjum að hann fer þarna inn og hann nær 1 á móti 1, þú veist, 1 fyrir 1. Jú, þú fær mögulega einhverja hreyfingu annars staðar á mappinu, en engin af restinni af sögu var á stað þar sem að þeir hefðu geta gert neitt á bakinu.
Það hefði bara verið 1-1 og þeir eru spila resti á rándinu 4-4. Já. Þeir voru stöffaðir úti í squeaky, þeir voru stöffaðir úti í main, í hött og og það var smókur á rampinum. Þeir hefðu mögulega, þú veist, kannski ef hann færi eitthvað annað þá hefðu þeir hlaupið hraða rampin eða eitthvað, þú veist, og reyna að sá smá kaos. En mér fannst þetta einhvern veginn svona ekki alveg klikka tímasetningarlega séð að þú hefði gripið einhvern með buxurnar á hælunum eða þú hefði getað sérstaklega nýttir það að hann fórnaði sér þarna 1-1. Og mér finnst þú eiginlega að þurfa þarna, þú veist, það er svolítið mikið lagt á herðarnar á skún að segja að þú þarft að fara út og það finna 2 inn á A, þannig að þú getur alltaf í einu farið að forsa einhvers konar, þú veist, stakka eitt sætin, skilur þú, getur lappað hitt sæti, 4 á 1 mögulega, þannig að ég veit ekki, þú veist, kannski standard, en mér finnst það að geta gert betur heldur en þetta. Já, þetta, eins og þú segir, þetta var rosalega mikið sett á herðarnar honum og gott og vel, þú sendur þetta út úr höttinu og bara, ok, náðu einum. Þú verður að ná einum til að Rafle sé að fara íhuga rotate. Já. Hann var á rampinum, vissulega, við sáum það og tekur 2, en skún með mökku þarf að hlaupa í gegnum molla, mögulega grensa fór bakveðanendar, en hann verður að ná fyrsta frakkinu og detta síðan áður en að Rafle byrjar að pæla í það rotate. Og því hann veit ennþá, ok, Tony er fallinn en við eigum ennþá, þú veist, eina sleggju inn á sæt, skilur þannig að við erum ekki inn í vesinni alveg strax. Og það kom engin annar eftir á. Þú veist, og það komst það náttúrulega strax. Þú veist, ég meina, þú getur sagt, já, það er 1A, þú veist, og það er kannski munurinn á, hvað getur sagt, góðum koms og lélegum koms. Lélegri lið myndu komsa, þetta er A, já, og fá því strax úr stöðu. Góð lið myndu komsa, það er 1 út A, og þá segir, ok, hvað eru hinni 4? Og eins og segir, það þyrfti að vera 2 fellur eða 1 fella og komast eitthvað staðar í öryggi og tefja til þess að þú geti farið að hugsa það að róta þetta úr Rafle og þá allt í einu getur þetta ramphús virkað. Þannig að þú veist, ég vona að við sjáum eitthvað aðeins fáara. Þetta var líka bónusránd, skilur þú veist, ég skal alveg gefa þeim það, en ég vona það að við fáum eitthvað aðeins fáara út úr sögu í þessum hálfleik. Vissulega, en það er Vappi á ADHD, Digla, 2 AK-ar og 1 Tech-9 á Kraken. Og eins og við höfum verið að tala hjá sögu ítrekkað, þeir eru við plan A sem hefur plan B ekki verið rosalega mikið til staðar og þurfa að rönna dálítið á því. Pandas með dóminu strax í byrjun, Kraken kom með plása, skemmtilega henni fundið inn í gerðsmókin, að finna plása hér og þar og skún finnur allavega blikk inn í íþrótta. Vita af ADHD upp á silo. Vita ekki af Hundsa. Hann er með örlítið pláss þarna til að nýta sér en þeir eru að taka yfir lobby og þegar það er komið þá veit að þeir nokkurn veginn hvernig þeir Rafle búin að klíra út trófí. Dabbi komin í stöðu niðri. Núna er þetta tímasetninga spursmál og þetta er það sem Dusty gera svo vel. Þú veist, mér finnst þeir vera hvað aktífastir í því að þegar þeir fá tækifæri þá taka þeir pláss en núna eru komnar upplýsingarnar og sérstaklega með þessari fellu á Pandas, ADHD kalla, þeir eiga lobby. Þeir búast ekki endilega við þeim uppi á þessum tímapunkti, þannig að skún komin í heaven hér getur verið mikil eign fyrir þá. Rafle sér núna hvernig pottin er búið og skún nær ekki að svara tilbaka eða hvað Rafle frábær þarna. Hvernig býst hann við manninum upp í heaven, Tommy? Alveg lesið eins og bók fyrir grunnskólabörn. Það var litla gula hænan. Það var litla gula hænan. Hundsi 1 eftir á móti 3 og tíminn rennur út hér og gæti verið að Dusty leggi örlítið púður að finna hann en eru svo sem ekkert ósáttir ef hann næra að halda þessum AK út í næsta round. 2-2, allt jafnt í núk. Allt jafnt í núk og skulum líka, þú veist, tala það, ég meina ADHD var með Vappa þarna, það er ekkert rosalega algengt nema þeir gangi bara frekar vel í leiknum og fá mörg tækifæri til þess að kaupa þá pissu og þeir geri það með Diglu og Tekku við hliðina á aftur, svolítið mikið stett á herðarnar hjá ADHD. Já. Þú veist, það er verið að trista á það að hann finni 1, ef ekki 2, fann vissulega Pandas þarna en það var að koma úr veikri stöðu, þeir voru manni undir og wow, frábært skot þarna, blikk. Ekki að eiga skemmtilega tíma hann úti en Dabbi, hann er hér til staðar til að taka á móti í smóki, finnur bara 1
Getur við slæmt vappinu svo komin á raflega í rótetið. Geir á fyrsta skotinu hins vegar og þeir eru komin niður. Skilja eitt leikmann eftir uppi. Hvað er Tony að gera? Ha? Þetta var skrítið. Þetta átti að vera bara augljóst fella þarna til skún. Krakkinn sem var á uppi. Raflega ætlar að klíra það aftur út. Þetta er dýrt. Þetta er reglulega dýrt núna. 2 eftir, báðir í Secret. Báðir í Secret, þú sér hvar bomban er í Dark. Þetta er að fara að enda niðri og Kraken rísastór hér í þessari lotu, komið 3 og aftur algjörlega að sá glundróða hér í liðinu hjá Dusty. Algjörlega. Bomban hins vegar ennþá niðri. 40 sekúndur eftir. Kraken loksins fellur Hundsi. Ætlar að hverfa úr þessari stöðu og sjálfsagt hann geti ekki fundið eitthvað annars staðar. Pandas aftur niður í Secret. Ég veit að hvað hann kemur, en það er bara ADHD með P250 til þess að taka mótunum. Sniðut hjá honum, hann bakkar, er ekki að fara að selja sig þarna. En hún ætlaði að spila tíma. Það er Smoke og Kit á Pandas. Hann veit hvað þeir eru að leita hann um Smokeinn og Hundsi finnur hann. 3-2, sögu í vil. Algjörlega á breiðu herðunum á vargi þarna, eða Kraken ásakið. Og þetta var 2 diglukill og 1 M4 kill. Gerði sig rísastóran á það aftur að halda róteti og Þetta er bara búið að vera ákveðið þema í öllum rándum þar sem að Saga hafa náð einhvers konar fótfestu hérna framan af í leiknum. Er bara eitthvað, heyrðu, jæja, Kraken, þú ert bara einhvers vegar á eyju að valda vesen. Já. Og hann er alltaf vesen á honum, sko. Þannig að hann er góður í að vera með vesen. Algjörlega. Hann á að spila í styrkleikana sína, sjáðu til. Já. Elsti leikmaður norðan Alpafjalla, sko, hefur maður heyrt. Já. Núna erum við búin að skjóta á Kraken, en hann heldur áfram að skjóta inn á server. Pandas hér fyrir ofan hött, tilbúin að taka mótið spúsi, rignir inn, en þetta var raflega gripinn á leiðin í línuna og engin græðki hér á sögu, Tómi. Engin. Þetta er annað sögulið. Dabbi með 2. Hvað er rífrakkið? Nei, ekki þeirrið ADHD með rífrakk. Og ég er núna flugbraut niður. Rótið er ekki komið. Ég er ennþá Hauk í horni. Kraken og skún aðeins of þéttir þarna, en áfram halda þeir að splitta liðinu sínu. Sér það að Dom er ennþá uppi. Þeir eru rosalega mikið að færa sig til og frá á milli sæta og mér finnst það frábært. Það er eins og þess að ég er búinn að lesa þetta. Þetta ætla að vera uppi. Dom búinn að kalla það sig clear. Pandas komið Hundsa. Hér er leikmönnunum upp í Heaven, skotin, Bigga, Tony á vappa, þetta sé maður ekki oft. Og spiluðu þetta örlítið frá sér, rólegir í Dusty. Tíu sekundur eftir og það er enginn að flýta sér hér. Það veit ekki að allt er tómt niðri. Hefði verið rosalega play og hann hefði lesið það þarna á hlaupinu vent, sko. Já, tóku sér aðeins of langan tíma að gera eitthvað, þannig að Dusty voru bara frekar rólegir, gátu haldið uppi, voru samfærir það að þeir gætu alltaf farið í gennum T eða vent til að fara í rítekið og já, eins og vísan segir, það er miklu erfiðar að róta þetta upp heldur en niður. Veistu, ég ætla að gefa Dusty bara mjög stórt kredit hérna fyrir að hann var lesið. Já. Af því að það leit allt út fyrir það að þeir væri að fara niður. Já. En það er eins og einhver hafi sagt, herðu, strákar, þeir eru bara búin að vera aðeins á fullu. Þeir eru alltaf að fara hérna á hinn sætin sem við búist við. Við skulum bara ekki hreyfa okkur. Og raflega opna reikningin hérna í 7. lotunni með vappanum úti. ADHD með Blikk. Bara alls ekki 7 dagana sæla á Blikk. Þessa dagana 5-5 á honum. Samt alveg toppfraka í liðinu, sko. Já. Tony með 1. Tony takkaði henni í 63 en annað. Það er stórt. Hvað segirðu? Gætu mista tímasendinguna á Kraken sem er komin upp í Heavenið. Já, en þú veist, þetta er bara svona það sem við tölum trekk í trekk. Gerðu það vissulega, Kraken fær Pandas frítan í eirað.
Dabbi sér hann droppa niður, bomban liggur hérna í íþrótta. Þetta er það sem við tölum með Dusty, þú veist, það eru þessi multikill. Þú veist, að Tony nái 2 í main. Þetta er bara munurinn. En það er 1 og 1 hér til þess að loka þessu. Skún á móti Rafle, Vappi á móti Riffli. Vissu að hann var úti áðan. Droppaði niður úr heaven, niður á gólfið. Skún með 30 sekundur til að leika sig með hérna. En aftur, það er bara verið að nýta sig það. Það er miklu auðveldar að róta þetta niður heldur en nokkuð tíman upp. Þannig að Skún plantar uppi. Rafle ekki skópaður, en sem komið er ætlar að leita og Rafle með frakkið og smá PM. Alltaf gaman að því. Combat, Vappin sjálfur. Það eru fáir betri í akkurat þessu, ef einhver á Íslandi. Þetta er bara, ég get ekki nefnt neitt. Það er engin sem kemur í huga akkurat núna. Þetta var bara, þú veist, ég hef alveg verið þekktur fyrir þetta, sko. Er það? Nei, veistu, ekki séns. Ef við myndum fara í, sko, 1v1 með Vappa og maður bara quickskopa, þá er ég nokkuð sem að ég myndi tapa 9-1. Já, ég myndi tapa 10-0. Ég með total 19 Vappakill árið 2025. Greinustak þarna í main, skila Rafle fallin, Vappin er ekki lengur með, Panda svarar hérna snemma. Ó nei. Blik, eiginlega bara stálheppin að lifa þarna. Þeir gengið öðru svikul. Já. En verð að segja að þetta er allt annað sögulið heldur en við sáum á síðustu leiktíð. Mikið af trick plays, hægur spilastíl. P250 út í hotni. Já, hann fær allavega hérna spartaði svona á jöfnum grunni vopna. Komast þarna yfir 2 leikmenn sem þeir taka út Dusty-liðinu, halda efnahagnum niðri. Það er allavega jákvæða fréttir hér. Dusty byrjaði að strengja saman nokkrum lótum. Vappi komin á ADHD aftur. Hins vegar bara Vappi og full armor, ekkert meira en AK á restina liðinu. Hafa gengið afskaplega vel að finna opnarnir hérna í þessum lótum, þannig að það geti verið eitthvað bókaáttunni hér. Já, heitur ADHD líka, 9-5 akkurat núna á honum. Innröss. En mér skjáttast ekki, þá er hann bara efstur á servernum eins og er. Það er innröss og Pandas, hann hoppar þarna, spurningu það er rekist í skrollið eða hvað það var. Rafle búinn að svara, finnur ADHD þarna. En það er A-sætið sem er fallið, þeir sprengja smókin, gera þetta vel, en taka bara skada á móti. Tony samt finnur Dom í gegnum smókin. Engin bomba komið niður. 2 skítláir. Blikka komið í bak, þetta er alveg að falla sjálft sig. Blikk komið Skún, 2 eftir, Hundi, bara Kraken. En hann er ekki að gera meira á þessu. Nei, samt 2 Rafle þarna á 8 HP stálheppin að komast lífs af þarna í main bardaganum. Tony gerir virkilega vel að stoppa plantið þarna í gegnum smók. Virkilega vel. Leið og bomban er komin niður, þá er tíminn kominn á Dusty. Já, City hana. Já, þú veist, dýnamikið breytist líka bara svo mikið. Þú veist, á þeim tímabúti þá er það alveg ásættanlegt og í rauninni ákjósanlegt fyrir sögu að spila bak við Silo. Já. Á meðan þeir eru að koma bombunni niður þarna fyrir fram að Silo, þá þurfa þeir að halda mjög stóru opnu svæði og þeir þurfa að halda main. Þannig að þetta gerir mikinn greiða að sprengja smókið þarna og já, ég veit ekki mörg dæmi þess þar sem að svo mekaník hefur verið notuð neitt mikið betur en það nýlega. En frábært Grena. Gerir góðan skaða. Dabbe með Skún. Meira sem droppa niður og Dabbe með 3K hér. 9 frögg komin á hann og ja, Blikk núna sem toppfragga er Mjög svona Peterlegt hvernig hann spilaði rampina þarna. Já. Insta-drop og stöff og svo bara þólum maður á ægi. Þetta ekki ná planti hér og Rafle er að loka þessu rándi 7-3.
Þetta að hlaupa daldið burti frá sögu, en samt sem áður, þeir eru miklu meira inn í leiknum að mér finnst heldur en 7-3, búin að eiga góð sparránd, bara svona nokkur play hér og þar sem að Dusty eru með í pokahorninu til að sigla hlutum heim. Sér það í síðustu 5 rándum þá eiga þeir 2 plönt og Dusty þurfti að diffjúsa það, þannig að þeir eru búin að ná að taka sætin í 40% tilvika og það bara verður að teljast ágætt. Þarf það að ná að klára þær lotur, sérstaklega út að spila mútið Dusty og þau langar að sigla fyrsta leik tímabilsins. Já. Kortinu, það fínt að byrja á sigri. Já. Blikki að Kristján. Já, spottar út af Hundsa en crisp, clean. Já. Og núna er bara öll heimsins pressa þarna úti, heyrir í Dom, farið upp úr sæl og líka getur spilað eftir því. Og ætlar að taka lobbið. Blikk búinn að taka fullt af plássi. Dabbe finnur ekki, 2 í röð og þá eru þau konur í yfirtölu allt í einu. Tony inn í gula, Kraken fyrir til, tekur Tony út og þá er Rafle einn á vappanum. Smókur í viðbyggingu. Kraken búinn að vera risastór hérna fyrir sögu í fyrsta leiknum sínum fyrir þetta lið. Sögulega síðan eru Kraken státti stóri líka. Já, 12-8 á honum og búinn að eiga 3K í fleiri en einu rándi núna. Já. Góðsagnakend skepna. Lesi úr grísku guðafræðinu. Já, ég á að vera sérfræðingurinn í því þetta. Er ég ekki bók eða eitthvað? Var þetta ekki bara í Pirates of the Caribbean eða? Kraken kórónar 4K hérna í þessari lotu með því að finna Rafle upp í heaven. Vissulega. Frögg á honum. Já, er að sigla hérna inn í síðustu lotu hálfleiksins, þannig að Rafle vitandi það að þeir eiga pening fyrir flestu sem þeir vilja hérna í næsta rándi, kýsa að spara ekki vappan. Eitt ránd enn fyrir sögu væri mjög gott og gífurlega góð byrjun á fyrirháleik í þessu fyrsta mappi tímabilsins. Það var í rauninni alveg frábær byrjun og við hugsaum það meira heldur en nú hefði gefið þeim á blaði á leiðin inn í leikin, en það er Tony og Panda sem algjörlega loka hérna inni. Pandas með 3. sinn, Blikk fylgir eftir og þá er það bara Kraken. Hvað getur hann reitt fram úr rassvasanum hér? 1-3. Stappallota nánast. Hlaupaðinn, þetta var snirtilegt skot hins vegar hjá Kraken. Og þetta var sjensinn. Bomban eins og liggur á leiðilegum stað. Smókur frískur. Finnur annan, hann leipur út og Dabbe nær honum. En þetta var vel nálægt í að gerast. 16 frökkir í fyrri hálfleik hjá Kraken. Þetta var allt of close. Dabbe á rampinu með rotate inn. En það er augljóst, það er gífilega augljóst. Já, vissulega bomban liggur þarna uppi, en Dusty er að spila mjög mikið upp á að halda upp í sætinu og rotate síðan bara mjög leit niður. Já, og veistu, það gekk almennt sér vel hjá sögu að fara niður. Já. Og hérna, ég vil segja sko, það er eitthvað sko við bara allan hann spilatíma sem að Kraken er með, hann er rosalega góður í að finna tímasetningar til þess að taka þessi pík og hann gerir það vel þarna, en Dusty er að hlaupa hér inn í þessu pistól, finna 3 hér til þess að opna það. AT-AT og Dom, 2 eftir. AT-AT að eiga ágætisleik. Dom erfitt uppdráttar og það heldur áfram hér. AT-AT núna 1 eftir á móti 4. Og nánast ránd sem að hann á bara að reyna að ná fröggum, smá pening í bankan og fyrir félagana. $50 per fragg, en það verður ekki fleiri. $50 heilt yfir á liðið. Gætu kosta til eitthvað, já, fyrir ákvað, kaup bara. Já. Skáta AT-AT, Kraken á Diglu. 5-7. Hvernig finnst þér 5-7 ennþá? Það er ekki að fara að breyta henni eða? Don't mess with perfection, sko. Þetta eru $500 og bara pound for pound, eða dollar for dollar, besta byssan í leiknum. Það versta er bara að hún virkar ekki á meira en 500 færi, sko. Það er ekki fyrir mig. Hún virkar rosalega vel, mjög klókt.
Og það ákveðið svona smá lobbygrunns í gangi, pluss að 2 rampin þarna. Kraken búinn að finna 1 og Skún búinn að finna 1, þeir eru 2 og 3 núna. Og maður hefur alveg séð sko rugglari hluti gerast heldur en Kraken og ATHT náið að vinna þetta round, en mér sýnist þeir alltaf spila upp á exit hér, fínt að halda þessum 2 vopnum yfir í næstu lotu ef að það tækifæri á því. ATHT búinn að finna dappið þarna, frábært skot. Halló. So you're saying there's a chance? Ég á ekki orð. Þetta aldrei að fara að gerast. Aldrei að fara að gerast! Ha? Tommy? Þetta aldrei hann... Ha? Og hann næri sem tíma til þess að deffa líka. Ég á ekki orð. Hvernig spila... 4. 3+ multikilli hjá Kraken í 14 lotum. Hvernig spiluðu þetta frá sér? Þetta var bara arfaslagt spray á ATHT hjá Rafli þarna. Já. Það gerði það verkum að Rafli var lár sem gaf Kraken öryggi sem hann þurfti til þess að púsa inn í gegnum megin. Vissulega hausaðan með dyglu sko, en þú veist, hann hefði getað verið 100 líf sko, en... Hann með 20-10 á Kraken. Já, þetta ótrúlega framistæða hér, svo sannlega að stimpla sig inn í þetta line-up. 37. So you're telling me there's a chance? Já sko, við erum að tala að the male physical peak 38 ára sko, þannig að... Já, hann augljóslega í einhvers konar formi. Hann komið með sko, hann ekki með old man strength, hann með old man reaction speed. Það þannig, Dom hér til varnan á rampinum, finnur bara 1, þá ATHT. Eila fótt þarna, en ok, gott og vel. Rafli lár, rótið komið niður, Kraken með sprayða með blikk með glæsið skot á tekkunni. Skún æðir niður, AK liggur á Glómbekk þarna. Skún með dabba í gennum smókin. Hundsi með blikk og þá Tony, 1 eftir. Tekka á Tony. Ekki djút til. Leitað og leitað eftir. Sjá hvað Tony getur verið niður kominn. Vita hann núna, smókin komið niður, heldur inni. Hann náði steffarunum! Þeir ná samt að diffjúsa. Hvað? Hann var ekki að við á hann sko. Heppnin algjörlega með sögu núna. Vá! Þetta voru bara sekundur brott. Sko, ok. Núna væri ég geggja mikið til að geta bara pása leikinn og tala við Tony og vera bara, varst í alvörunni að reyna að skjóta deffaran á sama tíma úrst að fæta gæðin sem er fram á smókin eða bara hittir ekki skotinu og varstu heppin. Þú veist, þetta var ótrúlegt, Tommy, en einhvern veginn fellur rándið sögumegin. Þetta eru 2 ránd í röð. 2 ránd í röð og setja efnahægni og Dusty í erfiða stöðu því að Dusty taka pistol og tapa síðan 2. Já. Ná hins vegar opnunarfraggi á ATHT úti. Dom, þeir gera sig grein fyrir að hann að eiga erfitt uppdráttar. Spyrja það nógun á kastunum aftur, spretta eiminu þarna og Tony með gott rífrag. Þeir eru rúndi 4 núna, komnir niður, en Kraken búinn að róta þetta. Já, þeir gera heimavinnuna sína. Það bara þannig. Hundi meir. Vita 2 núna, endur 9 skýtur ölliti frá sér og þá geta þeir verið að leika sem rótið. Hundi spottar þarna í hotninu. Líkir að lappa í bakið á þeim. Staurblindur. Það var vel spilað Dusty. Já, mjög vel spilað. Það koma engum vörnum við þarna. Það var skemmtileg staði á Kraken og ég bjóst við því að það myndi fá allavega 1 hana, en ef það einhvern veginn sko aftur, þetta svona hlutur, þetta svona Dusty hlutur, skilur við, þú veist, þeir klíra hotnið sín. Var annar gluggi brotinn eða eitthvað þannig? Út af því að getur hann verið að taka rótið síður þetta eitthvað svoleiðis. Ég tók bara ekki eftir því. Það er eitthvað sem að svona... Ég held ekki. Það er blikk í harðar ATHT í annað skipti. One and done. Það er bara þannig. Sjáum það líka að blikk er svolítið T-spilari sko. Mér finnst gaman að vera þessi aggressífur riffill. Og getur þú nefnt mér sko meira ókveikjandi dúo á rifflunum til þess að mæta inn á server á Íslandi heldur en Blikk og Rafli? Nei.
Dom bætir í fraggreiningin. Ég meina miðað við Uspur og þá bara, þú veist, hvert einasta frag sem þið fá góður bónus. Tóni hana einhvern veginn var sig. Já. 7. skilningavitið. Það eins og þegar maður spilar nógu mikið, þá maður eitthvað túnaður inn í leikinn. Maður býst við öllu. Skítugt kaup hins vegar hjá Sögu. Þetta MP5, autosökkun, MP9, 2 M4-ar. Þetta ekki það besta, verður að segjast. Nei, sjáum hvert þessi XM fer, hvert ATHT fer með kústinn, hverju ætlar hann að sópa upp. Greinur úti, skil ekki miklu, smá tekið að blikk þarna, smókurinn ofan á main, leifir raflega að koma sér það niður. Kraken með MP5-una, færa sig upp á skaftið. Þá ættum við að fara að sjá einhvern dropp hér mögulega frá Rafle. Ekki komin. Smókurinn feitar. Kraken finnur Rafle með MP5. Rífraki kemur hins vegar og blikk. Rífraki að ná hunsa. Endurinn á Dom á rampinum komin upp í Heavens. Hún þarf að vera stór hins vegar hér. Nær einum. Annan lár. ATHT á autosökkun. Nálægt Skún. Gerir sig risastóran. Og það er Saga sem að koma vörnum við vissulega hér á uppisætinu. Já, bara velkomin í leikinn, Dom. Það var loksins sem að Dom fann eitthvað, þetta ætti að hafa áhrif, góð áhrif á sjálfstöðslið út þennan leik, út þessa seríu og náttúrulega hefði verið skelfilegt ef að Dusty hefði bara hlaupið heim með þetta og Dom endaði á einhverjum 5 fröggum í leiknum. Já. Það ekki högg sem hún vilt fá á egoið snemma í fyrstu seríu tímabilsins, en 11-7 staðan og Dusty eiga vissulega kaup en lendi í vesinni hér ef þið tapa þessu. Það ekki á óvart þó að myndi aftur reyna við rampinn. Dom verið í vesinni, taka bara one and done stöður og ná einungis einum. Þetta geggjugrensa á blikk og stálheppin að Rafle takka hann örlítið niður. Þetta er böggandi. 23-15. Má maður ekki aðeins, skilur þú veist það, má maður ekki aðeins taka bara eitthvað geggja pík, upp secret, insta-herta gæjan á þess að vera skotin frá stæl og svo grenaður á gæjan með þetta. Já, þetta er svona lame, sko. Þetta er alveg svona smá, má maður aðeins. Dom hér á rampinum, annað að spila þetta, bakkar ekki allarleið niður, kastar stöffi hérna, komið niður núna. Og það er áframhaldið pressa þarna á hann, reynir að finna eitthvað en Tony fellur hann. Það er bara í brasi þarna á rampinum. Það var bara að gefa hann. Svo ég eftir eitthvað að segja honum hvað hann á að gera. Skún. Verður bara að bakka niður, Dom. Skún, Hundsi og ATHT hér. Reyna að halda Dusty frá 12. lótunni sinni. Skún þurfti þetta fragg. Vissulega með 2 kitta á sér en það er... Já, draumur núna. Það er alltaf leiðilegt að vera gripinn á svona tímasetningu. Já, ég meina, þú veist, þetta er í tvisvar í þessari sömu lótu sem það gerist. Grensan kemur og það er takka niður hérna Kraken þegar hann er að skjóta. Og síðan í hoppinu upp í vendið Skún tekin út. En það var náttúrulega hellingavinnu sem að þurfti að fara í þetta retake eftir þessi moment. En 12-7, Dusty komnir í map point. Við höldum upptökunum hætti og spilum best of 3 hér. 21-12 á blikk. Hann leiðir stigatöfluna Dusty megin. Hann lættist. Þetta er bara svona... Þetta er svona svipað við töluðum stundum með Rafle í fyrra. Það bara skipti einhvern veginn ekki máli hvað neitt annar var að gera. Hann einhvern veginn skreið upp stigatöfluna alltaf. Og við sjáum það alveg. Rafle er 18-11, skilur. Segðu mér frá einhverju svakalegu playi sem hann tók í þessum hálfleik. Saman með Tony, hann er 17-11. Ef við kíkjum hínum meginn, 23-15, markurinn Kraken, hann er efstur, svörður akkur núna. Og Skún með kústinn, sópar út Pandas.
Tappi og Blik svara ADHD heldur áfram að láta skáttinn virka bara betur en mappanum eitthvað er. ADHD droppar hana niður úr Heaven, vissu af honum þar og þetta er alltaf að vera plant inni allavega en þeir eru einungis 2. Þetta lúra þarna út smókin og þetta þurfti að fara hins vegar í líkama. Þetta er í vesinni. Sá hann raflega krossa? Ég held ekki. Ég held ekki, bomban, hún er ekki farið niður. ADHD getur bara beðið. Jú, hann sá hann krossa, hann er að labba alla leið niður, spurning hvort hann hugsa sér tvisvar og já, lesi þetta og fari í Heaven eða hvort að Rafli fari niður. Ef að Rafli fyrir niður, hann er 28 líf. Það er bara 1 skot fyrir þennan skátt og við vitum það að ADHD finnst ekki rosalega gaman að hitta ekki með þessum skátt. Rafli ákvörðin tekin að planta uppi hins vegar. Þetta gæti lengt. Heldur betur. Kitt á ADHD en postplantið aðeins erfiðara núna. Rafli búinn að púsla saman. Hvert hann fór getur farið Vendið og Heaven. Í vari fyrir Heaven og þægilega línu að hann kemur Secretið droppi komið. Skiptir í M4. Aldrei grunur og Rafli klórar þessu heim 13-7 í núk. Sko 13-7 en Saga spilaði stórskemmtilega leik og sjálfsögðu Kraken þar algjörlega fremst í flokki. Já, sko 13-7 myndi ég segja hafi verið nær en þú kannski hefði gefið þeim á blaði, skilur við, fanandi inn í þetta, verandi nýbúin að taka inn 3 manna kjarna annars staðar frá, Saga, þú veist, átti kafla á síðast tímabili en var samt ekkert, skilur við, þú veist, þeir voru ekki framan á tímabilinu eitthvað svona dominating eins og við vitum að þeir geta verið stundum í serjum, voru svolítið meira svona playoffs-lið á því tímabili, en lítur bara ansið vel út og þeir eigalega tilkall í 2, mögulega 3 önnur rándi í þessum leik. 100%. Hefði bara hæglega geta verið að horfa á einhvers konar 13-10 skorlein. Jafnvel bara, þú veist, ef það hefði svingað ennþá meira, einhvers konar efnahagsvesen, dösti megin. En já, bara, þú veist, komið vel óvart, sko, og voru að gera skemmtilega hluti, og svona ekki, þú veist, beint sögulegur hlutina, skilur, sem var svolítið, þú veist, hérna, Dom Wizard, ADHD, bara að leita einhverju, skilur, og svo allt í einu bara fann einhverju þeirra, þú veist, eitthvað 3K og poppað off og þeir unnur rondið. Så það var meira svona taktíst, við erum að fara hérna, við ætlum að trufla ykkur hérna, við ætlum að skipta, við ætlum að rotata, við ætlum að taka hérna mid-round call og mér finnst mjög gaman að því. Já, þetta var miklu skemmtilega lið heldur en ég bjóst við og já, svona á þeim nótum MVP-in í núk. Sko, ég ætla að gera svolítið sem ég ger eiginlega aldrei. Ok, þú Ég ætla að gefa Vargsa, eða Kraken, sorry, ég get ekki hætt að kalla Varg. Hérna, það er svona, þegar þú byggir svona sterkt brand, sko, að hérna, það er erfitt að hverfa frá því, en Kraken, þú veist, sko, standardin minn fyrir Blake er mjög hár, standardin minn fyrir Rafli er mjög hár. Þeir gerðu það sem þeir átt að gera. Voru þeir bara, þú veist, var ég bara eitthvað holy moly hvernig fóru þeir að þessu? Nei, þú veist, þeir bara skiluðu sínu, bara sjúklega vel. Kraken, það var eins og, þú veist, það var eins og hann var bara að spila annan leik heldur en restina af söguleginu. Þú veist, hann var bara, hann vinnur pistolnátið, basically einsliðis, heldur 75% liðinu uppteknu. Hann á sko 4, ef ekki 5 3K plus í svona leik. Hann endar sko efstur, ef ekki næst efstur á skorbortinu á öllum sörðum. Þrátt fyrir það að tapa 13-7. Já. Með eitt sturla klötsránd. Eitt sturla klötsránd. Næstum því með annað sturla klötsránd, skilur við, þú veist, ef hann bara hægir á sér hlaupað út úr hötta þá var hann alveg góðan sens að taka hann að fæti dabbi. Þannig að ég bara brýt hérna reglunum minna, ég ætla að gefa Kraken MVP. Já, ég meina most valuable player, augljóslega Kraken fyrir sitt lið, en á þeim nótum það er eitt eldheitt overpass eftir smástund. Eru Dusty að fara að opna á sigri eða koma Saga enn og aftur á óvart og sigla okkur í 3. map? Komst að því eftir smá.
Já, hann kerir 24.000. Þannig að bíllinn er alveg góð standi, sko. Ættir að gera það. Strákar, koma, núna. Nei, bílnúmer, já, það er ABLT27. Já. Flott, maður. Ég sagði flott, maður. Já. Klokk 2 á mánudag. Klokk á, takk það. Já, bæ. Come on!
Velkomin aftur, 1-0 fyrir Dusty, svo sem fasti liðir eins og venjulega Óli, en hins vegar á meðan á millileikja, það langaði mig aðeins að víkja út frá, við erum að fara í overpass og bla bla bla, og mér langaði að fletta einu blaði hérna því ég er búin að undirbúa þetta alveg skemmtilegt. Ok, ég er ógeðslega spenntur. Mér langaði að renna yfir liðin sem að eru í deildin okkar akkurat núna og svona kynna þau út af því að, já, bara, þú veist, það eru mikla breytingar og síðan langaði mig að ranka liðin frá 1 til 8 og það verður svona mín spá fyrir restina af tímabilinu. Ég tek mynd af þessu og vísa í þetta alveg á tímabilinu. Gamaldags skjáskot þegar maður svona bara tók blaðið úr. Já. Screenshot. Já. Byrjum á Dusty. Það er Pandas, Peter, Tony, Rafle, Dabbe, Wizard sem að kemur frá Saga og síðan Blikk eins og við sáum í núkleiknum. Vega, Virus, Sörk, Brian, Kitty Disco, Deathcake, Toxic, Pingu Nýr spilaði hins vegar í stórmeistaramótinu. Stóð sér sjúklega vel. Já, og By the Way sem að er á lista hjá þeim. Þór, Bjarni, Mozart, Tæt, Viktor, Stjáni og Leflöf. Gamal reyndur og góður spilari. Og náttúrulega hefur mikla reynslu að spila með Bjarna. KBJ, Nonni, Edison, Rodríguez sem að, já, breytti bara Nick en ekki nýr spilari. Solo, Finus og Ofvirkur. Gekja. Hyper, Kiro, Sukk, Drjóli, Ninja Dog, Snjói og Inso. Engin breyting þar. Saga, ADHD, Skún, Dóm, Vargur, Hundsi og Gutti. Þeir eru 3 nýir sem er mest í allri deildinni. Ía, Ors, Trausti, Gabbi, Delulu, VJ, Fjallagyðingur og Bogi. Og Sús, Rex, Pressi, Icy, Citró, Lukkulax og Tópas. Þetta er skemmtilegt. Þetta er skemmtileg deild, sko. Já. Skemmtileg deild. Skemmtilega breytingar. Kannski, þú veist, nærðu að fara í gegnum rankingið þitt eða viltu við höfum bara, þú veist, mínútu eða eitthvað? Já, ég get alveg hent í það. Já. Dusty, 1. sæti. KBJ, í 2. sæti. Ok. Þeir fengu vappan sem þeir þurftu. Vega, 3. sæti. Saga, 4. sæti. Þór, 5. sæti. Ía, 7. sæti. Sús, 7. og í síðasta sæti Hyper. Vantar þennan carry leikmann í Hyper og það sást þegar engin Snói var á server, þá voru þeir í bölvuðu brasi. Hins vegar finnst mér Sús vera skemmtilegir á blaði og við kannski rennum yfir þetta bara aftur eftir leikinn því að ég er að fá í eyra við erum að fara í overpass, Tommy. Hættu að tala öll hinn liðin. Eina sem skiptir máli er Dusty og Saga. Það er eina sem skiptir máli og akkurat núna komnir í overpass. Mapp sem að er búið að vera sko allavega sögulega séð mjög erfitt að eiga við Dusty á en við sjáum hvað það geta búið okkur upp á hérna. Það er alveg tækifæri í gegnum Konna að fara í eitthvað upp niður hérna spilar í eins og við vorum að sjá það að gera á núkinu. En þetta virðist alltaf vera pop hér í gegnum Monster í pistol fyrir Dusty og það er bara ADHD þar til varnar. Smóka komnir, Pandas ætla að fara í aggressífa stöðu hér, mollað fyrir það og Rafle jarðar hann 4 í gegnum tengi, Blikk ætti að vera óvöld, nær engum. Þetta er vel gert þarna hjá Sögu en langt í land og eins og við tökum eftir, það er ekkert kitt. Já, og góðar postplantstöður almennt séð hér hjá Dusty. Tony búinn að finna heitur Rafle, búinn að finna annan. Tony með þriðja og Dabbi klárar þetta og svona þokkalega örugt hjá Dusty. Alltaf bara stakkaði vitlaus sæt. Sjáum þetta oft í overpass lið kannski, þú veist, segja ok, 4 uppi, 1 niðri, þú veist, tökum bara rotatið eða öfugt, 4 niðri, 1 uppi. Ég er 4 niðri, 1 uppi til þetta gaur, sko. Ég bara út af því að það er auðveldara að spotta langar vegalengdir þarna uppi og rótita síðan í kjölfar á því. En þú veist, það er bæði virkar og bæði á rétt á sér, en það er forsérna, ADHD með uspu hins vegar. Það er Stefán Fragg á Hundsa, Dóm með næsta, en Dabbe, það er glórulaust að kíkja í þetta, krakken. Já, svo lítil græðki þarna eftir sterka opnun
fóru 2 fyrir 1 á shortinu. Hefði getað látið þar við Una. Þá er það Tony hér, hann er að fara að labba í þetta. Tekur skaða. Vill ekki eiga þennan fight. Hjarðaður vinur. Sestu! Já, þetta var nákvæmlega þannig með ákvæða þar að elda mig. Einmitt. Veistu hver ég er? Mjög fyndið samt, bara að við hugsaum nákvæmlega eins þetta moment. Þetta var alveg bara svona, þú veist, já, hvað heldur þú þetta að gera moment? Einmitt. Já, þú náði mig þarna með mökkuhaus, sko. Þegar ég bakkaði, það var rétt play. Þú eldir mig. Ég var í hafinu, sko. Þú veist alveg hver ég er. Þetta er svona, þú veist, ég hefði bara, þú veist, ef ég geta sett sko peningar á það, þá hefði ég sett peningin minn á Tony, þá hefði með deglu það. Já, allan daginn. Það er lota 3 hér, Dusty við 2 snögga sigra og það er allt deglur hér, sögumegin, hvað geta þeir gert, geta þeir láta þeir syngja? Nei, það er 1P250, vita af skúnarna á Barrels, en einhvern veginn farið samt tækifæri til að skjóta Pandas í eirað, Blik og Pandas með Sikon hér, Dom búin að finna Pandas, en það er yfirtala Dusty megin og þeir eiga, já, stóran hluta af mappinu líka. Já, mólin er góður og Dom og Kraken ítt þarna til hægri og vinstri. AT8 komin að rótita í Heaven. Þarf að hitta skotum hér. En gerir það ekki. Kraken þá einn eftir. Það er einu frækið þarna á Blik. En það ætti ekki að vera meira upp á teininginum. Eða hvað? Eða hvað? Þú satt á þér. Lowsen spilari sem Kraken er með close right og left. Jæja. Er það grínast? Þeir eru að gefa honum fæta. Reyndar longrange fæta en... Sko, ég veit ekki hvort að Kraken sé búin að uppgreita sko, en síðast í USA er hann ennþá að spila á Icemat sko. Ég held hann sé búin að uppgreita en það er mjög virðingsvert að hann sé að nota Icemat ennþá. Ég eins og að fór í smá deep dive þegar ég var að leita mér að músamóttu. Sjálfsög leitaði ég ráðfærið mig við helsta músamóttu sérfræðing á Íslandi, Peter. Og ég er komin á mjög góða mottu í kjölfar á því, en ég fór að skoða svona glermottur og þær eru víst gífurlega góðar. Já. En þú þarft að vera eiginlega í svona hvað heitir það, svona slíf til að virki, því annars verður hún stöm því að þú svitnar á hendinni, sko. Við sjáum hér kaup hjá Sögu og það er bara svolítið sundur tætt hér af Dusty. Kraken heldur áfram að skila fröggum samt sem aður. Raflein næstur inn, býstur rifli en lappar inn í línuna hjá AT8. Þá eru þeir 2 á 3. Vita báðum, en það er ekki kitt á þeim, þannig að Kraken er að fara að bíða hér eftir smoke. 3 eftir að finna, þar á meðal dabba með 1 molla á sér. Smókur utan bombu, grensa á súluna og já, þau bara gefa þetta upp. Kraken með þess að sína sér örlítið og mikið fyrir minn smekk, en fær fragg út úr því. Já, og það er bara það sem þeir eru að leita að þarna, fá þetta auka efnahagslega skada. Já, með þess að ná Tony að út. Það er alveg dabba ennþá eftir að falla, með þess að. Ja, sko, þessi smók og grena frá AT8 gerir nóg í rauninni til þess að hóta því að þeir ætla að gera eitthvað. Að Tony er ekki búinn að færa sig fyrir og skilar því að það er bara dabbi eftir lifandi og þetta heldur peningnum aðeins niðri hjá Dusty, en þeir eru búinir að vinna 4 í röð. Við sjáum það að bankinn byrjar að byggjast upp 7-4 á raflega eftir að kaupa af vísu. Sjáum hvort að hann fari í vappan, hefur alveg verið duglegur að gera það. Kemur ekki óvart bara út af því að AT8 er að vappa hinum einn. Þeir vita á honum það. Nei, þeir ætla að rönna 5 AK setup hérna termein. Gott og vel. Það er mikið sem er gott við það. Miklu meira mobility. Er þetta þá ekki bara eitthvað svona, þú veist, tökum fjarska, fyrir niður, skilur við parkurum 2 fyrir utan monster, ekki fæta fyrir shorti, rand. Jú, Pandasanna kemur á mökkuna meira að segja. Þeir eiga allan pening í heiminum sko, Pandasanna mökku, þannig að það er eitthvað á bakvið þessi kaup, eitthvað plan og uppfara þeir. Þessi móli hittir ekki. Já, Kraken feilaði mólanum í playground. Ætla að taka yfir tengið hér, AT8 með línu hérna
sem að ætti að ná Tony ef hann slætar aðeins of langt til hægri sín megin og grensa á skún hann í Della. Þessi grensa gerir lítið, já bara gerir ekkert. En það er engin ákvörðin í rauninni komin hvert alltaf að fara. Þeir eru ennþá að lúra þarna inn á klósitinu. Komni langt fjarkan, vissulega eiga krakkina það inn í hlemmi. En já, bomban komin í áttina að A. Komin að Fontin, Dabbi á henni. Gæti náð henni. Hann gæti náð henni hérna. Og hann bakkar úr þessu. Nei. En Dabbi, hann er að labba í hann og krakkinn snýr sig við, sá Dabbi hann. Það hlýtur að vera. Hlýtur að vera. Æ, sá hann. Sá hann núna í það minnsta. Og það er Blik og Dabbi sem opna þetta og þá eru þeir 3 á 5. Þetta má ekki vera svona ef að Saga ætla að vinna Dusty hér í overpass. Geta þessar ránd ekki bara verið að fara svona. Rafle virkjast hérna í banka, búin að finna einn, finnur ekki meira. Má svona haldið inni, nei, samt einungis einum. Og hérna myndi bara halda. Það er engin kitt á þeim. Það er mikil vandræði. Hrifleikur allt. Skún bakkar hátt. Já, við erum inni með við hversu vel þetta er búið að ganga hér í þessum lótum hjá Dusty og þá eru þeir ekkert endilega sko sérstaklega spenntir fyrir því að elta. Það er bara fínt að halda þessum 4 byssum og halda áfram að byggja hann banka og þeir eru ekkert langt frá því að geta farið í það bara að kaupa út megnið á hálfleiknum. Já, vissulega og það er bara frábær stað til að vera í þegar þú ert terminni ópass. En mér langar að segja óheppni hjá krakken þarna að rótita á milli að halda klósitum og 5. En ég meina hlaut að koma af því. Þeir voru 4 þarna í kring. Dabbi er unni stálheppin, tekur ákvörðun að íta ekki lengra þarna út klósitin. Þá hefði hann náð Dabba í allan að ná honum óverum. Spurning hvort að Dóm ætti ekki að endurgreiða þessa grenu þarna og kasta bara inn M4 á krakken svo allir séu keyptir. Þannig að það liggi byssa og við sjáum það ekki. MP9. Droppið þessari byssu, droppið M4 á krakken. Hann er, já, bara heitur. Þetta er það sem myndi gera. Bara vera allt í öllu í söguliðinu. Þú ert líka með MP9 á A-akkerinu sem er að vera eins móbala hún getur. Með þessa MP9 þá er hann fastur í tengi eða aftur á hlemmi. Þannig að þú ert í vesinni bara strax. Miklu meira móbæl og með Hæja á einhvers konar playi hér í gegnum tengið. Gerir það vel en núna vita þeir af honum. Hann er einokkur, hann lappar í gegnum smókin. Vel spilað þarna en Tony sér við honum á leiðinni tilbaka. Dom fær leikmann algjörlega í andlitið. Frí fella þarna fyrir Dom. Samt sem áður bara 3 á móti 4. Tony er á fraggvaktinni. Bara langur gangur. Og Tony name a more iconic duo. DHTG skotinu þarna, fer samt í rípikið. Djart hérna, heyrir Tony hlaupa fjarkan. Rafle er búin að finna hundsa. Og A-sætið er bara fallið eiginlega. A-sætið er fallið, hins vegar ADHD gerir sér ekki grein fyrir því að það er bomba að koma 5. Hann hefði getað náð henni. Hann er samt með glæsilega línu þarna til að halda inn á sætið, en heyrir droppið, Rafle hann er lengra frá hotninu þannig að hann sér hann á undan og þá er það Skún 1 á 3 og round sem að var 4 á 3 sögum einn endar í 1 á 3. Já. Gáði frá sér tengið, Dom vildi ekki gefa tengið, fór að kíkja þegar smókin blúmaði Tony og þá byrjar þetta í rauninni að falla því setja pressu þá ADHD með vappanum. Hundsvík komin í rótitið og bara of mikil pressa fyrir Sögu til að höndla þarna A-megin. Mjög skemmtilegt play í raun og veru frá Sögu til að opna rándið
en síðan í kjölfar á því þá leið og tengileikmaðurinn fellur fyrir Tony í tenginu, Kraken, þá byrja vesenið. Já. Engi peningur, jú, það er hellingapening, hvernig læt ég? Lossbónusin er glæsilegur. Það er Martial aðstöðun hérna, City Main. Það er búið að setja auka heimild í fjárlög hérna til þess að berjast við þessum yfirburðum termin. Þetta er bara svona eins og neyðalögin hérna árið. Dusty ætla að storma hér út Monster, hlaupa allir 5 þarna, þetta eru sturrblindir, Dom er bara með stökk í hendinni, finnur bara 1 og einhvern veginn opna Dusty þennan sæt bara eins og ananastús. Þeir þurfi ekki einu svona að opna hana. Já, ég efast að það er erfitt að opna ananastús. Þeir voru með svona flipa, sko. Þeir voru að opna bara brauðpoka. Það var ekkert súrdegsbrauð, þetta var bara bónusbrauð. Það var svona klemma sem heldur því. Jæja, Skúnar reyna að loka. Fann klemmuna í plastinu. Frábært flass þarna, en mæti Blik á stuttu færi, en Kraken búinn að finna hann og flassið klárar þetta og Kraken enn og aftur lokar hér rándi, stígur upp til að Saga þarf á honum að halda. Var hann tímflass? Hann var tímflassaður. Hann var hardcore tímflassaður. Blik ætlaði svo mikið að öndirhanda flassi og vera erfið við Kraken. Þetta er nú meira. Jæja, fyrsta rándið var það að koma einhvern veginn og það var lokað þessum brauðpoka. Já, ananasdós, það er erfitt að loka niður þessu dósinu. Alveg vesen. Það er erfitt að loka þeim, sko. Ég reyndi það með ananasinn í vetrafyrinu, sko. Það var vesen, sko. Skún ætlar að íta hérna upp longið, er að leita einhverju, það verður að berast inn shortið, standard opnun hér hjá Dusty, senda 2 í gegnum smókin, eða smóka mollan og senda 2 í gegn og Rafle búinn að finna ATHT. Þá er það spurning hvort það er búist við Skún svona framalega. Þetta er staða sem getur oft skilað góðum árangri, en hann virkjast leið og Dabbe sýnir sig og það gefur Rafle fullt tækifæri hér til að stökkva í þessu og Tony heldur áfram, heldur ekki áfram að dominera í konna og Kraken! Hann á ekkert að geta gert þetta! Þetta er rosalegt! Sko ég heyri í honum á Teamspeak akkurat núna að segja, já ég er að sína þessu krökkum hvernig hann gerir þetta. Það er bara, þú veist, quote me on this, sko. Já, ég meina hann spammaði bara genið veggin eins og væri komin 1,6 aftur, sko. Já, spottaður út þarna, hæ hundinni! Það er svo nýfana. Lengst í burtu frá B-sætinu eru þeir. Kraken með kit en bara 20 HP. Dom. Hann er að taka löngulegina. Dom má ekki falla hérna. Hann má, já, og hann gerir það. Það er mitt. Já, þú veist, aftur, Kraken er 11-5. Já. Þú veist. Og Rafle er einhvern veginn bæði í Monster og á short, þú veist, að horfa konna og að horfa stigan. Það er bara 11, já. Ég meina skilur, þú veist, Rafle er 12-3. Já. Kraken er 11-6. Þeir eru að tapa 7-1, Tommy. Já. Næsti maður á server er 7-2. Já. Já, ég meina það er engin nálagt. Dom er á 5 fröggum. Það er 2 á 1 fraggi í sögumegin. Núna þarf að stíga upp ef að, betur skal fara hér í þessum leik. Overpass, CT-sided map. Þetta er map þar sem að þú vilt vera í bláa liðinu fyrir þá sem eru að horfa heima akkurat núna. Þá ættur að vera að fá fleiri lotur en einhvern veginn eru að horfa á 7-1 fyrir Dusty hér. Vissulega völdu þeir þetta map þannig að líklegt að þeir koma hér með gott gameplan. ATHT alloksins að finna eitthvað þarna en svarað hæl. Rafle kominn framalega á fjarkan og nær ATHT þarna. Kraken kominn í rotatið upp á A og smókur inn á A-ið.
en fór í höndunum á Kraken. Kíkir hérna í 5-una. Lár hins vegar. Yfirtala sögumegin. 4-3. Pantas Lár. Rafli, ef hann kemur Matrix þá nær hann Kraken. Nei, horfir akkurat í hináttina og Hundsi með dabbið þarna. Pantas býti pláss. Vita Fyrir sjálfa sig. Já, skítið sprey hérna á Pantas og Dom það að innsikla hérna 7-2. Þessi tilfinning sko þegar þú missir spreyið, þegar þú ert að spreyja eitthvað svona langt í burtu. Já. Þetta er eitthvað sem allir Counter-Strike spilarar svona tengja við. Já. Þú ert alveg bara svona þú veist alveg að þú ert búin að missa spreyið, sko, þú vilt ekki hætta að spreyja því að þú gætir hitt sko. Ég býð alltaf eftir, já, núna er ég að fara að deyja og ég ákveð setningur svona, hann er low. Jæja, þarna sjáum við bæði Hulda og ADHD virkjast, finna fellur og þá léttist róðurinn hér fyrir sögu. Já, vissulega. Kraken þurfti bara 1 fragg í þessu nándi. Rafli finnur hins vegar Kraken og það er ekki góð byrjun, ekki draumabyrjunin sem að Saga sá fyrir sér. Þurfa að strengja saman ránd hér. ADHD þarf að spila inn í smóknum. Hann gæti mögulega, ef að Dusty hasta sér, sem að þeir eru svo sem ekki þekktir fyrir akkurat núna og fari gegnum að smók, þá gæti verið að nái 2. Ok, ég er svo spenntur sko. Ég er svo spenntur. Nei, ég vil sjá þetta. Sætvinur. Kemur, ég virði playið sko. Já, 100%. Það er bara, þeir eru ekkert að flýta sér. Hefðu hlaupið í gegn eða labbaði jafnvel í gegn, þá hefði 100% verið séns á þarna 2K. En Blikk eins og er komin, gerir skaða, komið AK. Verður bara að gera ráð fyrir því að Dusty sé búin að taka banka. Ja, þeir eru búin að eiga A-sætið í smá tíma. A-sætið er fallið leið og ADHD farin í þetta play. Já, og bara, þú veist, hvenar taka Dusty sæt og taka ekki hámarks mapkontroll? Sjaldnast. Já. Bara algjörlega sjaldnast. Þú getur ekki bara verið að rífa upp eitthvað hnífinn að hlaupa og hoppið í banka. Nei. Bara galið play. En Dom hér fær tækifæri til þess að klötsa. Hann er búin að finna 2 í þessari lotu á 2 eftir. Nei, hann flikkaði yfir á Tony. Nei, þeir bara halda að fela sig. Tony virkjast þarna. Þolinmæði, þrautin vinnur allar og í þetta skipti var þrautin Dom og Tony skilaði sigrinum með þolinmæðin af opni. Já, og 1 AK. Og 1 AK. 8-2. Þetta var svipað upp á teininginum sko skorlega séð í Nuke. En Nuke leit miklu betur út sögumegin. Það voru tæpránd. Mjög tæpránd. Hérna Dusty algjörir yfirburðir og eitthvað sem við höfum verið að sjá á síðustu leiktíð. Sjálfsögur ríkjandi meistarar akkurat núna. Ríkjandi stórmeistarar, ríkjandi deildameistarar. Ekki búið að tala seríu, síðan í febrúar 2005. Já. Það fer að nálgast ársamáli. Það fer að nálgast. Dom hann sýndur eftir á 16 HP eftir spraying smoke. Kraken sá Tony hann reyndi að bakka út úr þessu. Grensan, engin skaði því að Tony, hann er ekki múin að hreyfa sig. Nei. Pantas einbeittur. AK-sprayið, hér lítið. Svo snirtilegt hjá Pantas. Bara leiðan heyri í MP9-unni, bakkar lítið. Ég þarf ekki að fæta shortins. Smókur í heaven, ADHD 1 eftir með vappa í höndunum og hann er eiginlega ekki með séns til að bakka úr þessu og reyna að hoppa í smókin en 9-2 Dusty telja niður rándin. Já, rándi. Núna veit ég ekki hvort að þetta sé sko bara Rafli sé vanari að spila í deildinni en mér finnst hann vera hreyfanlegri
sem sagt, og koma sér í fleiri stöður fyrir fæta hérna á tírliðinni í það minnsta heldur en Blikk sem er svona riffillin sem þú myndi vera bera hann sama við. Þannig að 16-5 hér á raflega, 8-10 á Blikk, Pandas opnar hér á móti Skún, Tony spilar þetta antiflag sinna, ADHD er bara svo snöggur, hleypur í gegnum að molla, en Pandas í gegnum smókin búin að finna Dom, Dabbi sér við þessu playi frá ADHD og þá er það Kraken sem er komin hérna í playground og lætur heyra í sér, finnur samt raflega og heldur áfram að skila einhvers konar árangri fyrir liðið sitt. Og bara hleypur hins vegar bara inn á bíð og finnur hér Pandas í svona kongastöðu þarna. Þú veist, það er bara sturlun ef að Kraken vinnur þetta. Það á ekki að gerast. Það á ekki að gerast. Hann er með smoke vissulega en hann þarf að gera þetta hratt því hann er ekki með kitt á sér. Takkaður reglulega vel niður hérna. Snirtilegt eitt skot í gennum smókin eða á Dabba til að klára þetta. Reynda að spreyja þess að undan en það er ekki rætta. 10-2 og næstæðasti leikmaðurinn á Sörðutum er í sögu. Já. Það er nákvæmlega það sem að Kraken er að eiga frábæra serju og er bara aftur, enn og aftur, búin að segja þetta svo lengi, þessi gaur er bara eitt sá besti á Íslandi. Já. Þegar hann var í Ármann, hann gerði það á Contenders. Þeir voru aldrei nálægt í eftir það. Nei. Hann er rosalega góður, mikill keppnismaður, setur inn tíman, mjög aktífur spilari. Hann líka bara, hann bara elskar CS. Já, það er bara skín í gegn. Það skín í gegn. Aktífasti streamerinn á, CS-streamerinn á Íslandi ábyggilega. Elskar hvítar rjúpur. Já. Vill að séu friðar. Mælum alveg með því að fylgjast með streaminu hjá Kraken, svona á milli streamana í ljósleiðaradeildinni. Já, algjörlega. Skemmtilegu streamer líka. Þetta er svona streamerinn sem að besti leikmenn á Íslandi horfa á. Já, þetta var svo geggjuð auglýsing sko. Já. Svona akkera það sko, ef þú ert góður spilari þá ætti að vera að horfa á Kraken og þetta var alvöru brandpush hérna fyrir Kraken. Já. En þá hlaupa þeir hér upp og í áttina að Fountain sögumenn ekki athygli á því að stigin eru öfug á stigatöfluna hvernig núna. Saga er ekki með 10 lotur, Rafli hér kemur svo tilbaki og hann tímast þetta bara svo vel en Kraken með svarið og þeir fara 4-4 hérna inn á A. Tony úr banka nær ADHD ekki á liðinu á Optimus. Takkar örlítið niður á ADHD en vita hvað hann er niður komið núna. Þarf eiginlega að vera aggressífur og er það en Pandas nær hún tilbaka. Hund sem einn en Dabbi með Rífrak á Skún og Kraken einn eftir en Blikk. Nei, Tony fyrirgefðu sem að klárar hann. Diffusið kemur inn og 11-2. Þrátt fyrir að Teiki hefði eiginlega ekki getað farið betur fyrir sögu þá komuðu sér aldrei í þægilega postmaster. Nei. Og það var bara hraðin á rótitinu upp. Þessi tökki gegnum smoke, þú veist, ADHD reynda að spila djúpur inn á side, reynda að færa sig yfir á ruslatunna og setja press á banka og meðan smokurinn var ennþá í gangi. En það var einhvern veginn bara, þú veist, þeir voru aldrei búin að koma sér í einhverja þægilega stöðu. Það var ekki búin að ná að bakka einhvern veginn toilets, það var ekki búin að komast headshot. Það var bara svona svolítið, við erum að standa og fæta. Og það er kannski smá munur frá því sem við sáum út Dusty hér í fyrirháleik. Samfærandi aðgerðir hjá Dusty halda áfram hér. Dabbi og Rafle með 3 og 4 hér. Kraken með Rífrakið. Með bombur á bakinu. Tony heldur þessu með MP9 og kýlir inn 12. rándi 12-2. Dómi, árið 2026, vatnin er þetta blautt, kaffin er þetta heitt, Dustin er þetta góðir
og Dustin þá góður í overpass. Er það ekki bara svona svolítið? Já, bara Svona takeaway? engin sjokker hér. Þetta hot takes í boði ljóslegarans. Einar hjá ljóslegaranum agrees. Já. Tjóti smókaður út í... Getum við byrjað að bera þetta fram Fontaine? Fontaine. Rafle bætar Fontaine. Playground. Segja öll nöfnin með svona mjög suðuríkjarheim. Þetta bara fjarri því að það. Er þetta nálægt suðuríkjarheim eða? Nei, ég var bara, þú veist. Ég ætla að láta þetta í... Franskan það. Ég ætla að láta rakleiðis í Fountain. Þetta átti mig eitt tilbaka, en... Into the pushing playground. Deagle in hand. Við ætlum að taka svona einu lota á mismunandi tungumál. Herðu, þetta er skemmtileg tímasetning. Spila með Rafle brá jafn mikið. Ég fundir hann að gott baráttu óp sem kom úr honum hann undir lokin. En það er Dusty sem ganga í burtu hér sem sigurvegarar í fyrstu seríu tímabilsins. Já, það er... þetta var sjens í núk, klárlega. Og náttúrulega bara krakken sem var allt í öllu þar til að púsla því saman. Aldrei sjens í overpass, ekki einu sinni smá. Það voru einhver lífsmörk í nokkrum rándum, sérstaklega þegar þau tóku short og í gegnum tengi pussið. Í kjölfarið að þeir tapa því rándi þá einhvern veginn sá þetta aldrei gerast fyrir þá, bara því miður. Þetta leiti vel út í núk en overpass að hafa það í pókahotninu fyrir Dusty, það er bara rosalega stórt og það gæti alveg verið að þetta eftir að spila einhvers konar hluta af þeirra leiktíð núna á þessu tímabili. Já, vörðin var of veik, sóknin var of sterk. Manni fannst Saga aldrei finna einhvern rytma í þessum leik. Þú veist, þeir voru einhvern veginn ekki með réttan mann á réttum stað. Þeir voru líka mjög mikið að lendi í því, þú veist, þeir kannski taka einn á móti einum eða ná að fella einn í konna og svo er þeir að reyna að róta þetta shortið og þá kemur Tony og refsar í gegnum smoke. Þeir voru kannski, þeim gekk vel á einum stað á mappinu en vandamáli við Dusty er það að þeir umliggja þig á overpass. Þetta er svo gott knús. Þetta er svo gott knús. Þeir líður eins og það séu 4 á A, skilur þú veist, þeir voru að berjast við þá og þú finnur kannski 1 og þú veist alveg, já ok, finnur kannski 2 en á meðan þá eru þeir bara að kyrkja hinum inn á mappinu og þú þarft svolítið á overpass, þá þarftu svolítið að vinna þvert á mappið á móti Dusty og það er bara ógeðslega erfitt þegar þú ert með pound for pound þetta line-up sem að Dusty er með. Þverfaglegt mapp. Já, þetta er þverfaglegt mapp. Það er það er alvöru sérfræðingar í viðfyrirstjórnun hjá Dusty og þeir passa það að við sáum það, þeir hanga, þeir eru ekkert að asa út í gegnum smókana og annað, þú veist, þeir spila þetta mapp rólega, þeir eru á sínum stað, þeir hægt og rólega kreista allt mappið eiginlega í hverju einasta rándi, svo brjóta þeir það upp með einhverjum setplayum og það er það sem gerir það svona erfiða viðureignar í þessu mappi og það er ástæðan fyrir það er svona mikið styrkleiki. Því að þú veist, bara hugsaði þér að skiluru hvað þarft að covera, þú veist, á mappi eins og kannski Inferno, þar sem þú getur verið með við erum með miðjuna, við erum 2 þar að taka á móti þeim, við erum með bananan, við erum 2 þar að taka á móti þeim og við erum með 1 sem er að horfa, þú veist, apps eða eitthvað svona út úr pit. Geggjað. Á overpass, þá eru bara fleiri inngangar, það eru bara fleiri vettvangar þar sem þú þarft að ná stjórn sem þýðir það ertu rosalega mikið að enda í því að vera, þú veist, 1 að taka á móti 2 með 3 og ef þú ert ekki í stöðu þar sem þú getur bara verið einfallega betri að skjóta heldur en leikmenni sem eru hinum megin og þú ert að skjóta á móti Dusty að þá bara endar það á því að þú veist, allt í einu fellur 1 í konna, allt í einu fellur 1 í monster. Við erum 3 og 5, hvað er að gera? Þetta er nákvæmlega þannig og bara eins og gripið út úr munni á algjörum sérfræðingi. Dusty eins og þú veist, þeir eru
Já, eins og ég talaði þeir eru ríkjandi deildameistarar, ríkjandi stórmeistarar, bættu við sig ennþá fleiri leikmönnum sem að geta stigið inn og verið risastórir þegar kemur að þessum deildaleikjum og tala þegar við förum inn í stórmeistaramótið sem seinna á þessu ári. Þú veist, hvar erum við að sjá? Núna spáði ég Dusty í fyrsta sætið, það ekkert eitthvað controversial. Nei, þú veist, ég var bara erfitt að sjá hvernig lið ætla að sigra Dusty. Ég er búin að segja þetta núna í svolítið langan tíma að ef þú ætlar að vinna Dusty, þá þarfst að vinna Dusty áður en þú ferð inn á server. Já. Þú þarfst að koma vel undirbúin til leiks. Þú þarfst að vera búin að bara, þú veist, við prökkum ekstra mikið í vikunni áður en við ætlum að spila á móti Dusty. Við ætlum að koma inn með mjög set plays. Við ætlum að horfa á replay af leikunum höfum og sjá hvort við finnum einhver minnstur eða annað. Og ég alveg handviss það, sérstaklega á möppum sem að svona fleiri liðum líður vel á eins og þú veist Nuke og þess að þá getur þú veist, það það margir leikir spilaðir með þessu line-upi á Nuke að þú getur alveg fundið einhver patterns. Við tölum það fyrir úrslitin á stórmeistaramótinu að það hefði verið hægt að minnst núta hvernig Peter var að spila rampinn og setja svolítið pressu þar og inn í hell bara skiptu þeir rampspilar á allt í og Dabbi komur á rampinn og þeir spiluðu allt öðruvísi þannig að þú veist og svona þú veist pötsuðu það gat en ef þú ert undir þetta allt búin ef þú ert með glósbókina tilbúna ef það réttur undirbúningur, rétt prakk þeir eru alveg mannlegir skilur þú getur alveg hitt á þá bara það sem þeir ekki í tip-top og það nægir þeim ekki að bara, þú veist, að bara Tony stíu upp og eigi geggjaðaserju eða eitthvað annað en svo getur þú náttúrulega líka bara mætt inn það sem að, þú veist, bara eins og þú hefur meitt hundin hans Rafli og þú veist, og blikkar hlaupað allt og þú getur bara ekki gert neitt, þú veist. Já, leið mér að posta fyrst spurningur hver MVP í þessari serju? Rafli. Já. Hann toppfrakkaði Overpass, toppfrakkaði fyrir liðið sitt líka í Nuke. Hann var aggressívar í að leita tækifærum, klötsaði þarna, þú veist, 1 á móti 2 þegar hann tímasettur og smegir sér gegnum vörnina. 1 á móti 3, afsakaði, finnur felluna sína, plantar, tekur fullkomlega á móti þeim úr sikkur áttinni. Þannig að Rafli byrjar árið sitt sterkt, alveg eins og hann endaði það mjög sterkt. Hvaða lið að þínu mati líklegast á þessari leiktíð, tökum bara stórmeistaramótið með, til að fella og vinna eina serju á móti Dusty? Sennilega KPJ, sko, ef að þeir ná þú veist, að hrista úr sér, mér fannst alltaf vera svona, þú veist, svona framistuðu kvíði hjá þeim, skilur þú veist svona smá eins og KPJ sko, sem lið sem svona risavandamál þegar kemur að því að performera að þá náður ekki alveg upp stemmingunni Veistu, ég er 100% sammálaðir en allt geggjaði spilarar Já, það það sem ég langaði að benda á ég er örugglega sammálaðir það annarkvort Saga eða KPJ ég er þar Vega geta spilað upp á annarsæti, vissulega, þeir geta ekki unnið Dusty, en þeir mæta Dusty og tapa það bara þannig, því miður. KPJ hins vegar, eins og ég talaði þeir fengu risastóran leikmann í ofvirk og ég satt fyrir aftan á Skjálta þegar þeir voru að spila sinn leik upp á að halda sér á lífi í minnir 8 úrslitum með eitthvað og þegar að það nálgaðist tap þá hægðist algjörlega á tal anda, var ekki pepp, ekki neitt Myndi Grís var að reyna að peppa menn upp sem var lánir á því lani og var vappi Solo líka, en restin svona það vantaði einmitt þetta þú veist, að rísa upp þegar mómenti kemur þá verður að rísa upp Já. Ef þú gerir það ekki þá mun það í alvörunni vera bara virkilegt vandamál þangað til að verður það ekki en þeir bættu við leikmanni sem að heldur betur hefur verið þarna Já, og keyrir klefann upp líka hefur verið þarna í langan tíma og einmitt í þá stöðu sem þeim vantaði að hafa Edison á vappa var ekki vænlegasti vinnings eða nonna eða eitthvað þessi gaur er búin að vappa síðan 2003 Já. Þú veist, það 26 ár þar sem hann er búin að vera á stóra græna prikinu og ekki að klíma við neinskuna risvandamál Nei, og ég er mjög ánægður að, sko, að þú fattaðir sko, þú veist,
tvöföldu merkinguna af því að ég akkurat að tala þetta skilur, þú veist, að rísa upp, þú veist af því að þeir hafa alltaf verið þessi stígandi Já. og svo þegar kemur að því svona að transcenda, þú veist, bara væntingarnar og bara skila sér að þá hefur það gengið erfilega og en eins og þú segir, komin inn góð blá pilla í liðið og og við aldrei vita hvað getur gerst ofvirkur ennþá eigandi bara uppáhaldsplacin sem ég sé í íslenskum Counter-Strike þegar hann hljóp einhverja 18 ringi ofan á silo til að tryggja sigur þar en það er svona, þú veist, myndi ég segja liðið sem getur tekið sér í af Dusty ég á erfitt með að sjá hinn liðin, það er bara þannig og þú veist, aftur ég ætla ekki að segja að það sé ekki hægt en þá er eins gott að þú mætir undirbúin til leiks ef þú segir bara, já, þú mætir á server og ég ætla bara, þú veist, við ætlum bara að fara leikmann fyrir leikmann á móti þessu line-upi á Dusty og ég ætla bara að miða betur og ég ætla bara að taka betri ákvarðanir og svona finna flæði í leiknum að þá er ég bara, þú veist, þú veist, má ég fá eitthvað af því sem þú ert með, skilur, þú veist, af því að það er bara á móti þessu line-upi, bara delusional hugsun. Já, það er einmitt leikmann í deildinni sem heitir Delulu. Það er Delulu hugsun. Delulu hugsun. No á cap. þeim nótum þá kveðjum við í kvöld úr stúdíun okkar hérna niður í Arena. Ljósleiðarleitin er hafin, Dusty eru á sigri. Á fimmtudaginn er IA KBJ verða risvandamál, það er aldrei að vita. Við kveðjum í kvöld. Sorry. Takk fyrir okkur. Ég hef mér samviskubit.